sem að voru í kringum tvítugt að finna sig kynferðislega í einhverjum lýðháskóla í Danmörku með nefring og einhverja dellu sem að eru bara maður, það var svo geggja gaman þegar ég var að taka hérna sporvagnin í Danmörku eða strætó í Danmörku. Já, sem eru borgarlínum megin í lífinu. Já. Og þetta er eins og segja, þetta er oftast einhverja fjólubláa skálaklippingar sem að fóru og voru að finna sig eitthvað í kringum tvítugt sem eru bara ekki með hundsvit á því að við erum hérna hálft árið með þannig hérna veðráttu að það er ómögulegt að vera að taka þetta. Þannig að sjálfsögðu eru fólk með einhvern veginn efasemdir sem eru búið upp í Garðabæ og segja bara, heyrðu, ég vil bara hérna sé græjað hérna betri ljós eða einmitt stokkur eða eitthvað annað hannig. Ekki vera með einhverjar dellu hugmyndir það að við getum verið Kaupmannahöfn. Þú veist, það bara meikar ekkert sens. Nei, sú umræða er líka alltaf svo, mér finnst hún svo vandræðaleg. Hvað er sjálfstraustið? Við höfum að bæta þessa þjónustu og bæta almenningssamgöngur og sjálfsögðu og allt það, en við erum Reykjavík. Getum við ekki bara verið stolt af henni? Eins og hún er. Jú, ég meina auðvitað breytist hún. Við höfum það í verkefni að byggja hana upp við okkur fjölgar. Við þurfum að byggja meira húsnæði. Það þýðir það að við þurfum að skipuleggja borgina og allt þarf þetta að vera á forsendum þess að fólki líði vel í borginni og hún sé skilvirk og falleg og skemmtileg. En ekki vera, ég hlusta ekki á fólk sem segir við þurfum að breyta Reykjavík í Kaupmannahöfn. Ég vil bara Reykjavík sé Reykjavík og við mótum Reykjavík og það er dásamlegt að fá tækifæri til þess að gera það. Hluti af Reykjavík er það að vera með dásamleg úthverfi. Það sem er bara garðar og grænsvæði og langt í næstu búð. Það er líka bara hlutaði. Það er alltaf verið að tönglast að það verður að vera búð í göngufæri. Já, það væri frábært. En það er líka bara fullt af fólki sem líður bara mjög vel í því umhverfi að búa í úthverfi og það er bara ekkert rosalega stutt í næstu búð. Þú þarft að keyra að því að þú nennir hvort sem ekkert að labba með þess að póka heim. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.